Kaffaðu bara nokkóið. Sagnorð eru ekki lokaður orðflokkur og reglulega þá bætast ný sagnorð við í tungumálinu. Sum þeirra tökum við úr öðrum tungumálum og aðlögum þau að íslensku. Þið þurfið reglulega að læra ný orð og það skrýtna að þegar þið lærið nýtt orð þá vitið þið nánast á sama tíma hvernig hægt að breyta því og beygja það svo það passi inn í þær setningar sem þið viljið mynda. Þið lagið það að málkerfinu sem þið hafið tileinkað ykkur. Þannig að ef ég kynni fyrir ykkur nýja sögn, að kaffa, og segi ykkur að hún komi í staðinn fyrir sögnina að drekka, þegar að drykkurinn sem þið eruð að drekka inniheldur koffín, þá getið þið strax farið að nota sögnina í alls konar myndum. Ég kaffaði yfir mig í gær. Ertu þyrst? Kaffaðu bara nokkóið sem í ísskápnum. Ekki það að ég sé að mæla með notkun orkudrykkja. Þeir eru varasamir. Mörg sagnorð og nafnorð eru náskyld og búin til kannski bara hvort úr öðru. Dæmi þetta eru sagnir eins og að lesa sem augljóslega skylt nafnorðinu lestur, að spila sem skylt nafnorðinu spil. Svo erum við með sérstök dæmi eins og sögnina að googla í þeirri merkingu að leita upplýsingum á netinu. Sú sögn verður til út frá nafni fyrirtækis sem í upphafi þróaði leitarvél fyrir netið en varð síðan að risa í tölvuheiminum. Svona getur tungumálið þróast á skrítin og oft skemmtilegan hátt. Og nú vitið þið að sagnorð ekki lokaður flokkur orða. Það eru til gamlar sagnir og nýjar sagnir og það munu bætast við sagnorð.